Það farið að síga á seinni hlutan hérna hjá okkur í föstudagsþættinum en við ætlum að enda í ferðaþjónustunni áður við fáum smá tónlist hérna í blá lokin og hingað til mín kominn Björn Páll Pálsson en hann var að stofna nýtt ferðaþjónustufyrirtæki Crazy Puffin Adventure. Vertu hjartalega velkominn. Takk fyrir Uli. Gaman að fá þig. Þetta er svolítið óvenjulegt ferðaþjónustufyrirtæki og svona ferðirnar sem þeir eru að bjóða upp á eru ekki ferðir sem ég held að ég geti fullyrt að maður finni neins þar annars staðar eða hvað? Nei, þetta er svolítið öðruvísi. Við erum að vinna með svona allt öðruvísi konsept. Þetta eru 5 ferðir sem við erum með á næsta ári og við erum að bjóða upp á ferði til Sahara, þar sem við erum 11 daga í Sahara-eyðimörkinni og svo erum við með ferð til Sýrlands og svo erum við með 14 daga fjallgöngu í Pakistan og síðan erum við með svona rosa adventure activity í Norður-Indlandi, þar sem við byrjum á að fara á mótorhjólaferð alveg upp til landamæri Nepals í 3 daga og síðan tökum við og röftum niður á í 7 daga og gistum bara í tjöldum á árbakkanum og síðan fyrir við í Tiger Safari og síðan er síðasta ferðin í Madagaskar sem eru 12 dagar. 12, einmitt. Þetta eru svaka ævintýraferðir, sko. Þú veist, ferðir sem að fólk skipuleggur ekkert svona kannski upp á eigin spýtur. Ég meina að þetta eru bara lönd eins og það fara til Sýrlands, er það hægt núna? Já, það er reyndar hægt sko. Sem betur fer er Sýrland búið að opnast og ég er búinn að vera í samstarfi núna með ferðaþjónustu þar og við náðum að undirbúa og skipuleggja 10 daga ferð í Sýrlandi. Þannig mín ferð er 12 dagar, við byrjum í Lebanon, þurfum að fljúga inn í Beirut, þannig við náum 1 degi þar og síðan keyrum til Sýrlands, til Damaskus og síðan erum við þar alveg í 10 daga og förum upp til Aleppo, Palmyra, Homs og skoðum bara sýrlenska menningu, matagerð, markaði og förum svo aftur til Beirut og náum 1 degi þar. Já, akkurat. Og sko þetta er svo fjölbreytt og skemmtilegt að ég veit ekki sko hvað maður á að spyrja þig næst en eins og þarna á Indlandi, þetta er svaka ævintýri. Það er svaka prógramreitar sko. Þetta er lengsta ferðin okkar og hún er 15 dagar og við byrjum í Delhi. Já. Og þetta er svona, sú ferði kannski tekur mest á. Því að þá þurfum við að gista mikið í tjöldum, við erum með okkar eigin kokka, við erum með okkar eigin teymi sem að ber töskunnar okkar niður ána, við erum með teymi sem fer með okkur mótorhjóli, þannig þetta er rosa stór umgjörð. Þannig hver og einn fær sitt mótorhjól. Já. Við byrjum í Delhi og förum upp til Rishikesh og þar byrjar mótorhjólævintýrið. Já. Þar færið þitt eigin mótorhjól og þar erum við með teymi sem ferðast með okkur og erum með bíl sem að bara passar upp á einhver bílar og svoleiðis. Og þegar við komin að landamæri Nepal þá bara skiptum við faratæki og förum beint á bátinn, á raftbátinn. Já. Og þá er það bara 7 daga niður ána. Þetta er áin sem að skiptir Nepal og Indlandi. Já. Og svo þurfum við bara að tjalda á árbakkunum og svo eru eldaðan í okkur og síðan bara höldum við áfram í 7 daga og svo þegar það er búið þá náum við kannski svona smá afslöpum og förum í þjóðgarð og reynum að finna villt tígrisdýr pluss mörg önnur dýr í þeim þjóðgarði. Já. Og svo endar svo ferð aftur í Delhi. Já. Þá erum við búið með 15 daga. Þetta er ótrúlega magna. Þetta er eins og, þú veist, ég get alveg fullyrt að þetta eru ferðir sem eru ekki í boði neins staðar annars staðar. Nei, þetta eru svona, þær eru alveg eins og maður segir kannski ensku bara búin að custom made fyrir þessa ferðaþjónustu og svona ég get fullyrt það að það er engin annar að bjóða upp á akkurat þessa ferðir. Nei. Og í Pakistan þá er þetta svona ganga? Já, hún er mjög skemmtileg. Allar ferðirnar eru með sitt eigið þema, til dæmis Pakistan, þá reyni ég bara að fá fólk sem að elskar fjallgöngur og þá byrjum við í Islamabad, höfuðborginni og förum upp Norður Karakoram Highway sem er hæðsti þjóðvegur í heimi, fer yfir Karakoram fjallgarð og síðan er þetta bara allt dagsgöngur. Þannig við erum ekki að ganga í marga daga, gista í tjaldi. Þar gistum við alltaf bara í gistiheimilum. Já. Og förum upp jökul, aftur tilbaka, svo höldum við áfram norður, tökum aðra dagsgöngu upp annað fjall, komum tilbaka og vinnum okkur upp norður Pakistan. Og þetta eru 7 dagsgöngur allt í allt. Já. Einmitt. Þannig að það ætti allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Já, ég myndi halda það. Og svo er fyrsta ferðin, hún er í Máritaníu og þá erum við bara mest inn í eyðimörkinni í 11 daga. Já. Og þá, hún er líka mjög fjölbreytt, sko. Þá byrjum við að skoða höfuðborgina, förum svo að skoða gamla rústir af bæjum sem voru mjög mikilvægir þegar í gegnum
Trans-Sahara Trade Route, sem maður segir kannski á góðri íslensku. Og síðan svona highlightið í þeirri ferð að þá ætlum við að fara og teika lest í 20 klukkutíma. Já. Sem fer frá einu námubæ. Þetta lest sem að flytja járn frá námu og niður á höfn. Og við ætlum að klifra upp á lestina og vera á henni í 20 tíma. Þá getum við komist niður á höfn. Þannig þú upplifa bæði hitann á deginum og kuldann á nóttinni og á lestinni. Já. Stjörnubart hjartan himinn. Það verður rosalegt ævintýri. Og svo eftir það förum við inn í þjóðgarð og erum þar í 2 daga. Og þar sem við erum mikið af villtum dýrum og villtum fuglum og við getum baðað okkur í sjónum. Við komumst aðeins út úr eyðimörkinni. Já. Þetta þú náttúrulega hefur sjálfur víðtæka reynslu af svona óhefðbundinni ferðabernsku. Þú ert búinn að ferðast út allan heim og prófa alls konar, ekki satt? Jú, ég byrjaði bara að ferðast fyrir tæpum 12 árum síðan og bara hefur nánast ekkert hætt. Nei. Þannig eftir menntaskóla þá flutti ég til Kenía og fekk þessa rosalegu ferðabögg, eins og maður kallar það. Já. Og hélt þessu áfram bara ár eftir ár eftir ár og endaði með að stofna eina ferðaþjónustu á Íslandi sem ég gerði í 2 ár og hætti rétt fyrir COVID og svo langaði mig að taka þessu skrefinu lengra og núna er ég með ferðir út allan heim og á hverju ári þá ætlum við að búa til nýjar ferðir. Þannig á hverju ári þá glænýjar ævintýraferðir, þannig ekkert ári þannig að sé eins. Nei. Þannig að þú ert að gefa fólki tækifæri á að upplifa svona hluta því sem þú hefur sjálfur uppgötvað á ferðum. Akkurat, og þarna ertu í öruggum hóp, við förum, þetta eru hópferðir, þú skiptir ekki máli hvort þú ert einn eða vilt fara með þínu maka eða, já, þetta er mjög flott fyrir fólk sem kannski ekki alveg tilbúið að fara í stórt ævintýri einn. Upp á eigin spýtur. Nei. Þannig tilvalið að koma og vera með hópnum og svo tökum við líka allt upp og ætlum að búa til skemmtilega ferðaþætti úr þessum ævintýrum. Frábært. Og hvar getur fólk orðið sér út frekari upplýsingar? Finnur það bara Crazy Puffin Adventure á samfélagsmiðlum? Já, eða bara crazypuffin.com, crazypuffinadventure.com, það bæði og samfélagsmiðlar Crazy Puffin Adventure á Instagram, á Facebook. Já. En allar upplýsingar, það sem við getum séð bara dag fyrir dag hvað við gerum í hverja einustu ferð á crazypuffin.com. Já, magnað. Þetta er ótrúlega spennandi. Ég óska ykkur ótrúlega góðs gengis með þetta og vonandi bara stökkva ævintýraþyrstir á þetta. Já, ég vona það. Já, bara kæra þakki fyrir að koma til mín í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk sömuleiðis. Og föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að þessu sinni. Við ætlum að fá smá tónlist í lokin. Það er Kjass, það er Fanney Kristján Snjólaugardóttir sem ætlar að slá botninn í þáttinn með laginu sínu Please. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að horfa og verið sæl.